Góða kvöldi og gott að sjá okkur. Velkomin í Lindakirkju. Við ætlum að eiga bara rólega og notalega stund hérna í kvöld saman. Það er búið að vera svo mikið stuð síðustu 2 sunnudaga. Síðustu stunda þá mættu Væp og Diljá. Og Væp stóðu sér ekki smá vel í gær í söngvakeppni og komist áfram. Okkar menn. En það er Kór Lindakirkju sem að leiði söngin undir stjórn Óskars Einarssonar. Palli er á bassanum. Þið takið endilega vel undir þegar við á. Vers vikunar eru Jesaja. Myrkur grúfir yfir jörðinni og sorti yfir þjóðunum. En Drottinn er runnin upp yfir þér og dýrð hans birtist yfir þér. En við skulum hefja stundin á því að signa okkur og biðja saman upphafsbæn. Sem nafn Guðs Föður, Sonar og Heilags Anda. Amen. Drottinn, ég er komin í þitt heilaga hús til að lofa þig og ákalla og til að heyra hvað þú, Guð, Faðir skapar minn, þú Drottinn Jesús frelsari minn, þú heilagi andi huggar minn, vilt við mig tala í þínu orði. Drottinn, heyr þú lofgjör mín á bæn, opna þú með þínum heilaga anda hjarta mitt fyrir sakir Jesú Krist, að ég fyrir þitt orð yðri synda minna, trúi á Jesú í lífi og dauða og taki framförum í kristilegu hugarfari og líferni. Bæn heyr það og Guð fyrir Jesú Krist. Amen. Faðir gefur mér
Drottinn miskunnaþvos. Drottinn miskunnaþvos. Kristur miskunnaþvos. Kristur miskunnaþvos. Drottinn miskunnaþvos. Drottinn miskunnaþvos. Þá megir rísa á fætur og við syngjum dýrðarsönginn. Dýrð sé Guð í upphæðum. Friður á jörðu og velþóknun yfir mönnum. Fyrri ritninglesturinn er úr 5. Mósebók og hljóðar svo. Spámann slíkan sem ég er, mun Drottinn Guð þinn láta framkoma úr hópi ættbræðra þinna. Á hann skulu þið hlýða. Hann mun að öllu leyti uppfylla það sem þú baðst Drottinn Guð þinn á Hórab, daginn sem þið komuð þar saman og þú sagðir, lát mig ekki heyra aftur þrumuraust Drottins Guðs míns, né líta aftur þennan mikla eld, svo ég deyi ekki. Þá sagði Drottinn við mig, það sem þeir segja er rétt. Fyrir þá mun ég láta framkoma spámann slíkan sem þú ert úr hópi bræðra þeirra. Ég mun leggja honum orð mín í munn og hann mun boða þeim allt sem ég býð honum. Og hvern þann sem ekki hlýðir á þau orð sem spámaðurinn flytur í mínu nafni, mun ég sjálfur draga til ábyrgðar. Og þannig hljóðir hið heilaga orð. Guði sé þakkargjörð. Og síðari ritningalesturinn er úr síðara Pétursbréfi. Ekki notaði ég uppspunnar skröksugur ég kunngjörði ykkur mátt og komu Drottins vors Jesú Krists. Heldur hafði ég verið sjónarvottur að hátign hans. Því hann meðtók af Guði föður heiður og dýrð. Þá raust barst honum frá hinni dýrlegu hátign. Þessi er minn elskaði sonur sem ég hef velþóknun á. Þessa raust heyrði ég sjálfur koma frá himni, þá ég var með honum á fjallinu helga. Nú getum við enn betur treyst orði spámannanna. Það er rétt af ykkur að gefa gaum að því, eins og ljósi sem skín á myrkum stað, þangað til dagur ljómar og morgun stjarnan rennur upp í hjörtum ykkar. Vitið það umfram allt að enginn þýðir spádómur ritningarinnar af sjálfum sér. Því að aldrei var nokkur spádómur borinn fram að vilja manns, heldur töluðu menn orð frá Guði, knúnir af heilugum anda, og þannig hljóðar hið heilaga orð.
Heyrðu þá með því sem ég auðvöld með rísa á fætur og heyrum heilagt Guðspjall. En sem sagt, nú er ég að fara að lesa í Guðspjallinu frásögn af því sem að Pétur var að skrifa í síðara Pétursbréfi sem ég var að lesa fyrir ykkur rétt ára. Þegar hann segir, þessa raust heyrði ég sjálfur koma frá himnir, þá ég var með honum á fjallinu helga. Og hlustiði nú. Eftir 6 daga tekur Jesús með sér þá Pétur, Jakob og Jóhannes bróðir hans og fer með þá upp á hátt fjall, að þeir væru einir saman. Þar myndaðist hann fyrir augum þeirra, ásjón hans skein sem sól og klæði hans urðu björt eins og ljós. Og Móse og Elía birtust þeim og voru á tali við Jesú. Pétur tók þá til máls og sagði við Jesú, Drottinn, gott að við erum hér. Ef þú vilt skal ég gera hér 3 tjaldbúðir, þér eina, Móse eina og Elía eina. Meðan Pétur var enn að tala, skyggði yfir þá bjart ský og rödd úr skýjunni sagði, þessi minn elskaði sonur sem ég hef velþóknun á, hlýðið á hann. Þegar lærisveinarnir heyrðu þetta féllu þeir fram á ásjónir sínar og hræddust mjög. Jesús gekk til þeirra, snart þá og mælti, rísið upp og óttist ekki. En þeir hófu upp augu sín, sáu þeir engan nema Jesú einan. Á leiðinni ofan fjalli bauð Jesús þeim, segið engum frá sýninni, fyrir en mannssonurinn rísin upp frá dauðum. Og þannig hljóðar heilaga Guðspjall. Og við stöndum áfram og játum saman trúna. Ég trúi á Guð, Föður almáttugan, skapara himins og jarðar. Ég trúi á Jesú Krist, hans einkason, drottinn vorn, sem getinn af heilögum anda, fæddur af Maríu mey, píndur á dögum Pontiusar Pílatusar, krossfestur, dáinn og grafinn. Steig niður til heljar, reis á 3. degi aftur upp frá dauðum, steig upp til himna, situr við hægri hönd Guðs Föður almáttugs og mun þaðan koma til að dæma lifendur og dauða. Ég trúi á heilagan anda, heilaga almenna kirkju, samfélag heilagra, fyrirgefningu syndana, upprisum mannsins og eilíft líf. Amen. Og með fókussæti.
Náðs með okkur öllum og friður frá Guði föður og drottni Jesú Kristi. Rísið upp og óttist ekki. Þetta hljómar svo auðvelt. En mér langar aðeins að tala um breytingar í kvöld. Stórar og afdrifaríkar breytingar sem verða á líf okkar. Hvaða tilfinningar vakna hjá ykkur þegar þið hugsið um það? Bara lífið eins og þið þekkið það breytist. Ég hugsa að sum okkar finni fyrir ótta. Er það rétt? Af því að það er svo þægilegt þegar allt gengur sinn vana gang, er það ekki? Og við vitum hvernig allt er og á að vera. En þannig að það er mjög eðlilegt að finna fyrir ótta þegar allt breytist og fyrirsjáanleikinn er horfinn. En við vitum líka að breytingar eru óhjákvæmilegur hluti af lífinu. Stundum tökum við sjálf ákvörðun að gera breytingar á líf okkar, en stundum höfum við ekkert um það að segja, að það er svo margt sem við höfum enga stjórn á. Og sumar breytingar vekja hjá okkur ótta og spurningar á borð við hvernig verður lífið eftir þetta? Hvernig kemst ég eiginlega í gegnum þetta? Og það kemur kannski einhver upp í hugan hjá okkur núna, að því að ég held að við höfum öll gengið í gegnum breytingar sem hafa haft verulega áhrif á líf okkar. Og kannski eru einhver ykkar einmitt í þeim sporum núna. Og það geta verið breytingar sem varða hjónabandið, vinnuna, veikindi eða missi. Og það er mjög eðlilegt að slíkar breytingar vekja ótta. En hvað svo? Hvað eigum við að gera? Hvernig komumst við í gegnum þetta? Hugurinn fer á flug og ótal hugsanir kvikna, sumar hjálplegar og aðrar ekki. Stundum langar okkur ef til vill að vera bara upp í rúmi og breiða yfir haus. Og þurfum ekki að takast á við þetta. Í Guðspjalli dagsins fáum við innsýn inn í þær breytingar sem eru að verða hjá lærisveinunum. Áður en Jesús fór með lærisveinunum upp á fjallið, þá hafði hann sagt þeim frá því að hann myndi vera líflátinn og hann ætti eftir að rísa upp frá dauðum. Og hann nefndi það aftur við þá á leiðinni niður fjallið. Kannski var hann að reyna að búa þá undir það sem koma skyldi. En svo lesum við að lærisveinarnir heyrðu rödd úr skýinu sem sagði: Þessi er minn elskaði sonur sem ég hef velþóknun á. Hlýðið á hann, hlustið á hann. Og hvernig væri að við myndum reyna að yfirfæra þetta yfir á okkar líf, breytingarnar í okkar lífi sem að við óttumst og vitum ekki hvernig við eigum að tækla. Hvernig væri það ef við myndum bara hlusta á orð Jesú? Sko, orð Jesú er stærra og kröftugra en allt annað. Jesús talar líf, von, fyrirgefningu, náð, fegurð, hugrekki, kærleika og lækningu inn í líf okkar. Við höfum örugglega mörg hver staðið frammi fyrir breytingum sem að hreinlega kippa undan okkur fótunum. Við erum jafnvel lömuð af ótta eða sorg. Við vitum ekki hvort eða hvernig við eigum að fóta okkur aftur. Og það segir líka frá því í Guðspjallinu að lærisveinarnir hafi fallið fram á ásjónir sínar og orðið hræddir. Jesús snerti þá og sagði: Rísið upp og óttist ekki. Og við lesum um það víða í Guðspjöllunum að Jesús mætir fólki og segir við það: Standið á fætur, rísið upp. Og það sama á við um okkur. Jesús kemur til okkar, sama hverja kringumstæður okkar eru eða hvaða breytingar við erum að ganga í gegnum, og segir: Stattu á fætur, rístu upp, óttastu ekki. Að því að þrátt fyrir að lífið hafi tekið óvæntum breytingum, þá getur Guð komið inn í þær aðstæður og gert eitthvað gott úr þeim, ef við leyfum honum.
Og Jesús talar líf inn í allar aðstæður okkar. En spurningin bara, erum við að hlusta? Og ég held að við finnum öll fyrir einhverjum ótta. Við óttumst að missa það sem okkur kært og við kannski óttumst að fá ekki það sem við viljum. En óttin getur líka komið í veg fyrir að við komum okkur út úr vondum aðstæðum. Að Jesús segir óttist ekki. Og þessi orð eyða þetta ekki öllum ótta. En þau hvetja okkur til að taka fyrsta skrefið í átt að nýjum og breyttum aðstæðum. Þrátt fyrir óttan sem við finnum fyrir. Þetta þýðir raun að við eigum að vera hugrökk. Við eigum ekki að láta óttan stoppa okkur eða hefta okkur. Af því Jesús með okkur. Og ég veit ekki hvaða breytingar þið eru að fást við í dag, ef nokkrar. En sama hvar við erum stödd, þá skulum við hlusta á orð Jesú. Tökum í útrétta hönd hans, leifum honum að reisa okkur við og gefa okkur hugrekki þegar við þurfum á því að halda. Dýr sig Guði Föður og Syni og Heilögum Anda, svo sem var í upphafi, og verður aldir alda. Amen. Og sálin niður dregin styrktir af og hjartað virðar ber. Þá býð ég þín og hljóðabæn þér sendi. Birtist þú og dvelur hér hjá mér. Þú styrk mér gafst að standa á fjallsins tindi. Þú styrk mér gafst að ganga úfinn sjó. Styrk ég finn í sterkum örmum þínum. Þú styrk mér gafst til meir en í mér bjó. Þótt lífið sjálft sé aldrei laust við angur, hvert órótt hjarta slög sín veikust slær, en þú kemur undra gleðje fyllist, þá augað skyggnist inn í eilíð fær. Þú styrk mér gafst að standa á fjallsins tindi. Þú styrk mér gafst að ganga úfinn sjó. Styrk ég finn í sterkum örmum þínum. Þú styrk mér gafst til meir en í mér bjó. Þú styrk mér gafst að standa á fjallsins tindi. Þú styrk mér gafst að ganga
ég finn í sterkum örmum þínum. Þú styrkst mér gafst til meir en í mér bjó. Þú styrkst mér gafst til meir en í mér bjó. Dásamlegt takk, Óskar, og þetta bara segir allt sem segja þarf. Jesús getur gefið okkur styrk til þess að takast á við hvað sem er. En nú er komið að bænastund og við höfum þann háttin á hér í Lindakirkju að við eigum bara hljóða stund hvert og eitt og berum fram þær bænir sem á okkur hvíla í hljóðri bæn. Svo vil ég benda á bænaaltari sem er hérna til hliðar. Þar má kveikja á kerti fyrir bænarefni eða skrifa bænarefni á miða og stinga í raufina. Svo er beðið fyrir öllum bænarefnum hér á 50. morgnum. Góði Guð, takk fyrir að þú ert alltaf með okkur. Þú þekkir aðstæður okkar og veist hvað við erum hvert og eitt að gangi í gegnum.
Viltu reisa okkur upp og gefa okkur styrk og hugrekki þegar við þörfnum þess. Við biðjum einnig fyrir þeim bænarefnum sem var borist okkur í Lindakirkju. Við biðjum fyrir þeim sem glíma við sjúkdóma, sorg, fjárhagsáhyggjur og einsemd. Og allar bænir okkar felum í bæni sem þú kenndir og biðjum saman. Faðir vor, þú sem ert á himnum, helgist þitt nafn, tilkomi þitt ríki, verði þinn vilji svo á jörðu sem á himni. Gef oss í dag vort daglegt brauð og fyrirgef oss vora skuldir, svo sem við og fyrirgefum vorum skuldunautum. Eigi leið þú oss í freistni, heldur frels oss frá illu, því að þitt er ríkið, mátturinn og dýrðin að eilífu. Amen. Og þá fer að líða að lokum hjá okkur en þið megið rísa fætur og þiggja blessun Drottins áður en við fáum loka lagið. Drottinn blessi þig og varðveiti þig. Drottinn láti sína ásjónu lýsa yfir þig og sé þér náðugur. Drottinn upplifti sína augliti yfir þig og gefi þér frið. Jesú blessaða nafni. Amen. Svo megið bara tylla ykkur aftur og fáum svona rólegt lag eða sálm í lokin. Og endilega syngið með, þið kunnið hennar sálma öll sömur. Þá þakka ég bara kærlega fyrir kvöldið og kveð ykkur eins og venjulega með þessum orðum, förum í friði og þjónum Drottni með gleði. Já, gerum það!